Oft siglir flegið mitt stór sjónum á. Það styttist í sjómannadaginn sem eru næstu helgi. Nema auðvitað séu að horfa á þetta í endursýningu eftir 2. júní, þá er hryggjargum við því að þið mistuð á honum. Í þessum þætti ætlum við að beina sjónum okkar að sjónum. Eins og í flest vitum, þá eru sjávarútvegur verið mikilvæg atvinnugrein á Íslandi frá upphafi byggðar. En við ætlum ekki að renna blind í sjóinn fyrir sjómannadaginn, heldur ætlum að kynna okkur þessi mikilvægu störf. Við ætlum að byrja því að kynna okkur störf skipstjórans og fyrsta stýrimanns. Samþætting veiða og vinnslu skiptir höfuðmáli til þess að hægt sé að vinna gæðaafurðir í fiskiðjuverum eða mjöl- og lýsisvinnslum. Uppsjávarvinnslur eru víða landið. Hérna sjáum við helstu staðina þar sem afurðir eru unnar. Skipaflotinn þarf að vera öflugur og vel búinn og síðast en ekki síst þarf að vera valinn maður í hverju rúmi. Þetta er Börkur NK sem senn heldur til loðnuveiða á grunnmiðunum út af Snæfellsnesi. Við ætlum að kynnast starfi skipstjórans, Karlsins í brúnni og fyrsta stýrimanns. Börkur er öflugt skip, 3600 tonn að stærð, lengdin er 80 metrar og breiddin 17 metrar. Allur aðbúnaður áhafnarinnar er góður og tækjabúnaður er af fullkomnustu gerð. Loðnan er veidd í nót og á miðunum er þröng á þingi. Skipstjórinn hefur því í mörg horn að líta. Mikið að tækjum og mikið að skjám til að horfa á. Við erum með astig til að leita fiski á 2 tíðnum og svo náttúrulega dýftarmæla og strömmlokk og alls kyns nema á veiðarfærunum og þetta er ýmislegt sem það er að fylgjast með. Hver eru þín helstu stýritæki? Já, það er náttúrulega bara að nota náttúrulega mest við veiðarnar, nota maður astigið. Það er að leita fiski og sjá hvaða dýpi fiskurinn er og svo bara koma sér veiðarfærunum utan það. Engu að síður er gamla góða talstöðin mikið notuð, svo og farsíminn. Á nótaveiðum eru skipin svo til á sama punktinum. Og menn bara kasta þeim leið og það er pláss fyrir það. En menn gerir þetta allt í sameiningu þannig að það kemur nánast aldrei neitt upp á þannig. En skipstjórinn þarf að vera vakandi? Já, sjálfsögður. Það þarf að vera að klára hverjir eru í kringum hann og hvernig skip reka og annað. Þannig að þetta fari ekki í vilsu. Hvaða leiðir hefur skipstjórinn til þess að hafa beint samskipti við áhöfnina? Við erum það er allir í talsambandi í talstöð sem við erum að vinna og það heyr allir í öllum ef við erum að gera eitthvað, við erum að hífa fram á og segir hann frá því í talstöðun og þeir heyra það sem eru aftur á. Þannig að það eiga ekki að koma upp neitt svona þannig að einhver viti ekki af því að þeir verða að hífa í einhvern mýri eða eitthvað. Menn heyra allir í öllum, þannig að þetta á ekki að verða neitt. Það eru allir mikilvægir borð? Mjög. Þetta erum tiltölulega fáir en þetta leysist allt með góðum tækjum og góðum græjum og góðum samskiptum náttúrulega. Þá gengur þetta fínt. Hversu mikilvægt er að allir viti hvað að þeim snýr? Já, það er bara gríðarlega mikilvægt því að það tekur tíma frá mönnum að þurfa að vera að segja öðrum til. Þannig að við höfum bara ekki mannskap í það að vera í einhverjum leiðbeiningum. Þannig að menn verða bara að kunna það sem þeir eiga að gera og þá gengur þetta bara eins og smurð vél, rúlar þetta fínt. Íslenski uppsjávarflotinn hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Skipin eru stærri og betur búin á allan hátt. Kapp er lagt á að koma með hráefnið sem ferskast að landi. Stýrimaðurinn leysir skipstjórn af og ber ábyrgð meðal annars á vinnunni á dekki. Mitt aðalhlutverk á nótaveiðum er að draga nótina og þetta er náttúrulega allt saman hundvanir menn og vita raun og veru allir hvað þeir eiga að gera þannig að í raun og veru þarf fyrst í stýrimaður voða lítið að stjórna sko. Þetta gerist allt sjálfkrafa. Það er mikilvægt að allir séu samhentir? Já, það er mjög mikilvægt. Þetta er náttúrulega áratuga reynsla hérna hjá mönnum, það er eiginlega einhver óvanir hérna. Hlutverk fyrsta stýrimanns er breytilegt eftir því hvort skipið notast við flottroll eða nót sem veiðarfæri. Já, við sjáum að það sé, reynum að sjá að það sé á að til nóg af öllum borði í skipinu svo að sé að takast á við eitthvað fer úr skeiði hjá okkur. Það er svona á okkar ábyrgð að það sé til. Nótin er stórt og mikið veiðarfæri. Þessi nót sem við erum með núna er 240 faðma löng og 60 faðma djúp. Þannig að það er nokkuð stór grunnnót.
Að vera skipstjóri getur verið streituvaldandi. Þegar ákveðið að kasta nótinni þurfa aðstæður að vera réttar. Það bara að kasta fyrir göngustefnu torfunnar og þannig að torfan gangi inn í nótina en ekki frá henni. Sko. Hún þarf að ganga á gatnið í nótinni og ef maður hittir vel á og fær hana réttu megin í nótina þá færðu gott kast. En svo getur þú kastað og verið með torfu alveg inn í hringnum en ef þú kastar auðvitað þá gengur hún bara út gatið þeim sem þú snurpar og hún sér hana bara komandi bát og svo dregur hún bara nótina og ekkert í henni. Straumar hafa áhrif? Já, gríðarlega áhrif. Við sáum það vel í dag að það var mikið vesturfall og skipin voru bara að kasta vitlaust á þetta fyrst í morgun og þau ráku bara ofan á lóningunum. En svo breyttist þetta þegar að leið á daginn og fór að kasta öðruvísi og þá fórum við að loka merinni. Á uppsjávarveiðiskipum eru yfirleitt 2 áhafnir. Hér algjörlega 2 áhöfn. Við erum bara í 50% starfi. Hvernig skiptið þið með ykkur verkum, stýrimennir? Í raun og veru höfum við það alfarið í hendi okkar hvernig það er. Það eina sem ætlast á okkur það að annar okkar sé borð. Sko. Svo skiptir það í raun og veru, það alfarið í okkar hvernig það er. Menn eru náttúrulega fylgjast bara með sínu dögum og svo bara spurningi hvort þú tekur hálfsmánaða vinnutörn eða mánaðar og svo reyna menn náttúrulega að halda dögunum svona nokkurn veginn í jöfnum. Ég byrjaði snemma á sjó og var háseti á togurunum og svona, langaði að gera meira og það heillaði mig að sjá hvað skipstjórinn gerði og skellti mér í það. Og ekkert séð eftir því, ég hef alltaf haft mjög gaman að þessu. Já, það skiptir miklu máli að hafa gaman að þessu, en það eru fleiri störf sem ætlum að kynna okkur í þessum þætti og við vonum að þau hafi jafn gaman að þeim eins og hann Hjörvar skipstjóri. Við ætlum næst að kíkja á störf vélstjóra, vinnslustjóra og batermanns. Uppsjávarveiðar gegna mikilvægu hlutverki í rekstri fjölmargra sjávarútvegsfyrirtækja og síðast en ekki síst gegna veiðar og vinnsla mikilvægu hlutverki í atvinnulífi margra byggðarlaga. Uppsjávarflotinn öflugur, þetta á bæði við skipin sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni og skipin sem vinna aflann borð. Í þessu myndbandi kynnumst við störfum vélstjóra á Berki NK en skipið sér landvinnslunni fyrir hráefni og þá kynnumst við starfi batermanns á vinnsluskipinu Vilhelm Þorsteinsinni EA og einnig vinnslustjóra en við hefjum leikinn á Berki, vélstjórarnir þar eru 2. Við erum náttúrulega að sinna hér vélgæslu og viðhaldi og eftirliti með öllum vélbúnaði skipsins og svo erum við náttúrulega að snúast í kringum meðhöndlun og afla kæla hann og sjá til að hann haldi sem bestum gæðum. Við erum með tæplega 6.000 hestafla aðalvél, svo erum við 2 ljósöðlar, önnur eru 1900 kW og ein milli 500 og 600 kW og svo getum við notað stóru ljósöðlana sem hjálpar afl út af skrúfu eða vantar og við getum líka siglt á henni, notað þá rafalinn sem við aðalvélina sem mótor og kúpla aðalvélinni frá skrúfu og siglt á ljósöðlinni. Ykkar starf niðri í vélinni það að stórum hluta eftirlitsstarf? Já, það það svona stærstu hluta og síðan erum við náttúrulega að sinna ákveðnum viðhaldsverkum líka eins og bara við höfum tök á. Þannig að það töluvert í því líka en mest tími fer í velgæslu og kæling og afla og snúningi kringu lestar og svoleiðis. Þannig að hér getum við fylgst með flest öll í skipinu og stýrt sömu hlutum líka eins og dælingum úr og í lestum, sjó í lestar og kælikerfi og svona getum stjórnað hérna og vélarúmi. Vélstjórar sjá meðal annars að panta ýmsa aukahluti. Jóhann Pétur segir mikilvægt að vel sé hugsað vélskipsins. Það náttúrulega bara mjög mikilvægt. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að vélbúnaðurinn sé í fullkomnu lagi þannig að hann sé eins hagkvæmur að getur verið og líka gagnvart rekstraröryggi skipsins þannig að ef skipið viðhaldið ekki sinnt eðlilega þá náttúrulega verður skipið rekstraröryggi ekki mikið og þannig kemur niður á tekjunum þannig að það er náttúrulega fyrir best að halda þessu sem í góðu lagi. Er þetta líkamlega erfið vinna að vera vélstjóri?
Nei, yfirleitt ekki. Það auðvitað getum við þurft að taka á. Ég meina þetta allt stórir hlutir oft sem við erum að geta verið að glíma við sko, en nei, yfirleitt það nú ekki. Menn eru náttúrulega þá nota hjálpartæki en það svona töluverð hreyfing á okkur hérna. Þetta hérna svona mörg svæði sem við förum í skipinu. Þannig að hérna, það töluverð hreyfing á okkur sem bara hollt. Kostir og gallar að vera vélstjóri? Já, þetta myndi ég segja ágætis starf sko. Það hérna gott starfsumhverfi, góðir vinnufélagar og góðir vinnuveitendur. Og hérna, en auðvitað, það náttúrulega öll störf hafa sína kosti og galla. Ég meina, auðvitað geta verið kostur, ég meina það eru töluverðar fjarverur að heiman, það getur verið ókostur skilur sko. En móti erum við náttúrulega með gott skiptikerfi, við eigum góð frí heima á milli og þetta náttúrulega orðið mjög mikil breyting frá þeim að byrja að sjó með allir þessi nútíma fjarskiptatækni að núna eru menn alltaf tengdir, geta alltaf haft samband heim og þannig að það töluverður munur á því. Við kveðjum nú Börk og heimsækjum næst fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn unnin borð og í áhöfn eru hátt 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn, takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Það eins gott að fiskvinnsluvélarnar borð séu í lagi. Svokallaðir batermenn gegna þess vegna mikilvægu hlutverki en þeir sjá vélarnar. Á þessu skipi eru 2 batermenn. Í vinnslu þá höfum við baklandvélstjórana hérna. Ég einn á vakt sem batermaður og svo ef eitthvað bilar mikið þá kallar maður á vélstjóra og ef það bilar ennþá meira þá ræsi ég hinn batermannin. Þannig að þetta þarf allt saman að snúast hérna? Já. Þetta þarf að snúast. Þetta ein keðja hérna borð að allir jafn mikilvægir. Einn hlekkur bilar, þá stoppar allt. Og bandermaðurinn leggur áherslu á mikilvægi þess að allir vinni saman. Það bara mjög mikilvægt. Það bara aðalmálið að allir vinni saman og hópurinn sé góður og annars gengur þetta ekki. Þetta á stundum stressandi starf? Já, það getur við það. Ef það bilar mikið, þá verðum við stressaðir. Vinnslustjórinn í grunninn háseti, en hann sér líka að taka ýmis sýni. Vinnslustjórinn sér líka skýrslugerð og þarf þess vegna að vera í góðum tengslum við skrifstofu útgerðarinnar, svo sem söludeild. Við tökum gæðaprufur úr fiskinum og fylgjumst grannt með gæðamálum í rauninni afurðarinnar frá því hún kemur borð og frá því hún fer frá okkur. Og þurfum að taka sem sagt stærðarmælingar og gæðaprufur og svo náttúrulega bætast hinar ýmsu mælingar við eftir í hvað þú ert að veiða. Við getum verið að taka fitumælingar, hrognamælingar í loðnu, átumælingar í makríl til dæmis. Það svona og sitt lítið að hverju. Fer svolítið eftir í hvað við erum að gera. Vinnslustjórinn segist þó líta svo á að allir borð séu gæðastjórar. Ef við skilum frá okkur lélugu hráefni þá náttúrulega bara segir þessi sjálft að þá fær Vilhelm Þorsteinsson á sig bara ljótan stimpil sko. Og menn eru mjög meðvitaðir það að hámarka gæði þess sem við erum að vinna sko. Og vinnslustjórinn hvetur ungt fólk til þess að huga að sjómennsku með tilliti til framtíðarstarfa. Sjálfur getur hann ekki hugsað sér hefðbundna 8 til 5 vinnu í landi. Þetta náttúrulega kannski hentar ekki öllum en þú veist ekki nema að pröfa það. Og það finnst mér vöntun á nýliðun í þessari stétt. Þannig að það bara að hvetja fólk til að stráka og stelpur til þess að allavega pröfa, þá sjáðu hvort þetta sé eitthvað sem hentar þeim. Þetta hentar eins og ég segi, fjarveran frá fjölskyldinu hentar ekki öllum. En þess á móti að þegar þú ert heima, þá ertu heima allan daginn. Þá ertu í fríi allan tímann. Þetta hefur allt sína kosti og galla. Jæja, þá erum við sirka bát hálfnuð og þá er komið tími á auglýsingar. En við leggjum ekkert árar í bát, við stígum ölduna og höldum áfram eftir þær. Störfin á sjó eru mörg og mismunandi og öll mikilvæg eins og hlekkir í keðju sem aðeins sterk eins og veikasti hlekkurinn. Næst ætlum við að kíkja á störf kokks og háseta.
Uppsjávarflotinn er öflugur hvort sem að ræða skip sem vinna afurðirnar á hafi úti eða skip sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni. Í þessu myndbandi kynnust við starfi háseta og matsveins á Berki NK sem sér landvinnslu fyrir hráefni og við kynnust líka störfum háseta á Vilhelm Þorsteinsinni EA sem vinnsluskip, aflinn sem sagt unnin borð. Hérna börkur á loðnuveiðum í nót úti fyrir Snæfellsnesi. Mörg skip eru á miðunum nánast í einum hnapp. Áhöfnin þarf að vera samhent þannig að allt gangi upp. Þetta þarf að ganga stundum hratt fyrir sig og öruggt og við þurfum náttúrulega bara að standa saman sem einn og minna hvern annan á það eða einhver að kannski sem kannski vanar en þú, minna vanur eða annað að við séum að gera rétt sko. Það gengur oft mikið á. Já, það getur gert það. Það er oft liggur mikið við að svo þegar þurfum að fara út og annað. Það getur verið stuttur tími frá því að dorran finnst og margir bátar hana kannski og reyna að koma, gera þetta klárt og annað og eins að þetta svona búið að dæla og annað og gera þetta klárt í næsta kast af því að ef þú tekur það ekki bara eins fljótt og þú getur þá kemur annað skip bara og svínar á því að þannig og tekur torfuna. Og stundum þarf áhöfnin að bíða. Já, það fylgir þessu að við getum þurft að bíða að þetta finnst ekki og gefur sig ekki rétt og það getur verið hvalur hérna, tröflokkur og stundum eru menn hérna úti, komnir út og standa hérna úti kannski ekki segja kannski klukkutíma saman, en menn kannski standa hérna úti kannski klukkutíma og það er kannski alltaf verið að hringsóla yfir bráðinu og þetta gefur sig ekki alltaf á augnablikinu sem menn vilja láta nótina fara til þess að þetta gangi rétt í og skili sem mestu náttúrulega. Þetta viljum við náttúrulega kasta sem sjaldnast og fá sem mest. Það náttúrulega hagur allra, bæði okkar og útgerðar og slíta á veiðarferðum og annað ef þetta gerist í styttum tíma. Reglulega farið yfir öryggisþætti borð. Stundum skemmast veiðarfæri og þá þurfa handtökin að vera snör og þumlaus. Góður sjómaður náttúrulega bara góður félagi sko, sem við getum treyst á sko, í blíðu og stríðu. Það á að vera gaman sko, inn á milli og þetta getur verið erfitt og það kom upp alls konar mál, bæði leiðilega og skemmtilega sko, og þú þarf að vera þannig að öllum líði vel sko, og þú getur leitað til alveg saman hvort það háseta eða skipstjóra eða allt á milli sko. Þetta fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn unnin borð og í áhöfn hátt í 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn. Takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið. Og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Háseti sér til dæmis veiðarfæri og sjá hvort að þau séu klár og kemur þeim í sjóinn og allt saman til það og svo vinnslan hérna þegar aflinn komin hérna niður í skipið og sér að vinna aflann hérna. Vinnslan borð breytileg eftir vertíðum. Hérna tvöföld áhöfn, enda eru veiðiferðir vinnsluskipa lengri en skipana sem afla hráefnis fyrir landvinnsluna. Það svona mánaðartúrar og mánuður heima. Þetta svona sirka svona en svo örlítið til og frá. Matsveinninn á Berki sér ekki aðeins að áhöfnin fái næringu allan sólarhringinn, hann vinnur líka á dekki og hann þarf að undirbúa veiðiferðina vel. Ofta tíðum ekki vitað hversu langur túr í uppsiglingu. Já. Það getur farið hálfa mánuð þess vegna. Og hvað gerir kokkurinn þá? Það bara spilar úr því sem maður hefur. Svona hefðbundinn vinnudagur hjá kokkinum til dæmis þessum túr? Ég veit ekki, og það erfitt að segja. Það getur verið bara 10-12 tímar og eitthvað meira að missa bara hinn. Eru fastir matmálstímar? Já, við reynum það. Ef það hægt, þá gerum við það. Svo getur það dregist eitthvað, ef það á veiðáfalli. Það getur dregist eitthvað svona, það reddast alltaf. En þú sinnir ekki bara kokkastarfi? Nei, ég á dekki líka. Hvað gerurðu á dekki? Það bara allt mögulegt. Það svona, bara svo venjulegt, bara allt venjulegt bara. Þetta verður vissin.
Og hleypurðu þess á milli í kokkastarfið? Já. Það bara nota alla tíma sem hægt En þú ert einn kokkur borð? Já. Við erum bara 11 á núna. En það unnið allan sólarhringinn. Hvernig sérðu þá áhöfninni fyrir? Já, það svona, þá koma tímar á milli alltaf. Það ekkert alltaf unnið allan sólarhringinn. Hvað matinn hjá þér í dag? Ekki, steiktur fiskur og svo eitthvað í kvöld svona eftir hvað við vorum að gera. Hvað við vorum að brasa og komast á að veiðar bara. Já, tíminn að hlaupa frá okkur og alveg ljóst að við náum ekki að fara yfir öll störfin sem eru jú mjög mörg. En hérna að lokum ætlum við að nýta tímann til þess að kynna okkur störf í uppsjáariðnaði, kynnum okkur verkakonu, öryggistjóra og gæðastjóra. Fiskiðjuver landsins eru tæknivædd og afkasta mikil. Íslenskt hugvit áberandi. Hráefnið fer á miklum hraða í gegnum vélasamstæðurnar og tölvubúnaður fylgist með öllum þáttum vinslunar. Sem dæmi hraðan má nefna að í þessu fiskiðjuveri Skinneyjar-Þinganes á Höfn í Hornafirði fara 1500 síldar í gegnum vinsluna á hverri mínútu eða 20 síldar á sekundu. Við ætlum að fylgjast með starfi verkstjóra fiskiðjuvers, gæðastjóra, verkakonu og við heimsækjum líka öryggistjóra sjávarútvegsfyrirtækis. Áður en vinnsla hefst mikilvægt að allur búnaður sé rétt stilltur. Á hverri vakt eru starfsmenn í fiskiðjuverinu á bilinu 12 til 14 sem hafa hlotið þjálfun og fræðslu. Hér nánast allt sjálfir, þannig að við erum meira svona að fylgjast með hvort allt gengur séu í lagi og grípa inn í ef eitthvað bílar og þá ná í viðgerðarmenn og tæknimenn til að laga því að þetta yfirleitt orðið það tæknilegt að það þarf bara sérhæfða tæknimenn til að gera við. Og náttúrulega unnið bæði á nótt og degi, en líkamlega þetta kannski ekki orðið sem erfitt, en það virkar kannski vökur og álag þannilega. Öll umgengni fiskiðjuverið samkvæmt ströngum reglum. Já, það orðið bara í fiskiðnaði almennt og þá þarf þú að vera mjög hreinlátur, þú þarf að mátt ekki fara hvert sem og þú getur ekki labbað hérna út á bryggju og komið inn aftur og allur drifnaður og annað þarf að vera í lagi. Og við megum þetta ekki bera á okkur skartgrippi, við þurfum að vera í hliðarfötum. Þetta er mikið teymisvinna og við höfum til dæmis verið með samband við hvort annan með talstöðu til þess að geta fylgt eftir ef einhvers staðar bílar eða stoppar þá getum við kallað í næsta mann og athuga hvað er að gera. Og við þurfum að vera, vinna vel saman. Því að það ríður á að þetta gangi upp bara að við séum í sambandi hvert annan. Við erum í matvælavinnslu og við erum með vélar sem flaka hérna og það eru menn sem eru í því að stilla þær og ef það er að koma eitthvað gallar frá þeim þá þarf einhver að grípa inn í og þá getum við kallað í til dæmis viðgerðarmanninn og beðan að laga. Innra gæðaeftirlit ætíð í gangi í fiskiðjuverinu, framkvæmt af starfsfólki samkvæmt gæðahandbók fiskiðjuversins. Sýni eru reglulega tekin og þannig fylgst með gæðum hráefnisins. Ég fylgist með á 2 tíma fresti hver meðaflinn ásamt því að taka hitastigið á 2 tíma fresti og á klukkutíma fresti tek ég sem gæðapröfur og inn í því stærðarpröfa í hverri lotu sem verið að vinna. Og ég læt vita af því ef það er mikið undirmál eða yfirmál þá þarf að breyta flokkaranum. Og ef það er mikið skemmt eða ef vélarnar að skera vitlaust annars til. Höldum þessu næst til Þórshafnar en þar öflug uppsjávarvinnsla og þar ræður sjálfvirknin og tæknin ríkjum rétt eins og á Höfn í Hornafirði. Og hérna unnið á vöktum. Halla Rún starfar oftast á pökkunarlínunni. Við erum yfirleitt 5 til 6 konur í þessu og þetta gengur svona hring hjá okkur. Alltaf 2 í pásu og 1 fer í pönnur og 1 í pökkun og svo önnur í úrtínslu. Og í pökkunni verðum við að setjum
fiskinn í poka og pönnur og inn til strákana sem sitja að tækin. Halla Rún segir að starfið geti á stundum verið nokkuð líkamlega erfitt og hún segir mikilvægt að allir starfsmenn vinni sem ein samhent heild. Það er mjög mikilvægt. Allir vinni saman. Er það mismunandi eftir vertíðum? Nei, mér finnst þetta alltaf eins einhvern veginn. Það bara kemur inn í verkið. En þetta er sem sagt á þessum vertíðum, þá er sem sagt hér unnið allan sólarhringinn. Já, þetta eru 24 tímar. Það eru 12 til 12. Þess 12 á hádegi til miðnættis, þá kemur nýr hópur og vinnur til 12 á hádegi. Hvernig líkar þér svona vakt að vinna? Mér finnst hún bara fín. Það er bara stemmar í þessu, kemur nýtt fólk og bara svaka fjör. Sjávarútvegsfyrirtæki leggja áherslu á að öryggismál séu í góðu lagi. Við skulum næst heimsækja öryggisstjóra hjá HB Granda sem ber ábyrgð á öryggis- og vinnuverndarmálum hjá fyrirtækinu. Ég byrjaði á sjó þegar ég var 15 ára gömul og var þá að trillu með bróðunars pappa á Kastró og við vorum á grásleppuveiðum á Langanesi og þar kveiknaði áhuginn til þess að starfa við sjómennsku og upp úr því fór ég í vélskólann og kláraði það og var svona á ýmsum skipum með skólanum og svo seinna með smiðju þegar ég tók smiðju hjá Samherja. Ég var að vinna hjá Vinnueftirlitinu á Akureyri á tíma, vinnuvélaskoðunum og svo fór ég að vinna hjá Landsvirkjun í Laxavirkjun, Aðaldal og svo fór ég aftur í nám. Það lá nú beint við að fara í sálfræði en ég stemdi á stjórnun. Mér langaði að komast þar sem ég hefði eitthvað hlutin að segja og nota þekkinguna og ég fór í stjórnun og stefnumótun í Háskóla Íslands og að klára það núna. Það er svona eiginlega small allt saman þegar ég var að lesa atvinnuauglýsingarnar og rakst á þetta starf að þá svona fannst mér ég geta tikkað í öll box. Ég þekki til sjómennskunnar, hef unnið á línu í frystihúsi og í saltfisk, þannig að það svona, mér fannst ég geta notað það sem ég kann í þessu starfi. Snæfríður segir að sjávarútvegurinn sé heillandi starfsvettvangur. Ekki spurning, mjög spennandi. Þetta er fjölbreytt og þetta er skemmtilegt, þannig að ekki spurning. Já, sjávarútvegurinn er sannarlega heillandi starfsvettvangur. Ég vona að þið séu einhvers vísari núna og getið siglt lygnan sjó inn í sjómannadaginn. En þótt sá dagur sé kannski bara einu sinni á ári, þá eru allir dagar á sjó sjómannadagar í sjálfu sér.